Hernám Íslands var þegar breski herinn kom til Íslands í maí 1940 í miðri heimsstyrjöldinni og hernám Ísland. Bretarnir voru hér í rúmt ár en þá komu Bandaríkjamenn inn í stríðið og af því að þeir Bretunum vantaði í raun að nota sveitirnar sem voru hér í Evrópu en Bandaríkjamenn voru ekki orðnir virkir þáttakendur í stríðinu á þeim tíma, þannig að Bandaríkjamenn tóku yfir að gæta Íslands og halda úti her hér. En megin ástæðan fyrir her á Íslandi í seinni heimsstyrjöldinni var að vernda kaupskip sem sigldu Atlantshafið og með vistir og hergögn til Sovétríkjanna. Bandaríkjamennirnir komu sumarið 1941 og hernámsliðið fór úr 25.000 mönnum í 50.000 hermenn á tiltölulega stuttum tíma. Á þessum tíma breyttist Ísland mikið. Á þessum tíma, áður en þeir kom, fyrst Bretarnir og svo Bandaríkjamennirnir, þá var töluvert atvinnuleysi hérna, en allt í einu fengu bara allir vinnu við vegagerð, byggingar, að reka alls konar klúbba og bíóhús og annað sem var komið á fót og íslensk menning breyttist líka mikið. Og í stríðinu, og þetta tengist hernám Íslands mikið, þá hoppaði Ísland svolítið úr því að vera 18. aldar samfélag yfir í 20. öldina. Því að við fórum að sjá fleiri bíla og fleiri heimilistæki og alls konar hluti sem voru ekkert algeng hér fyrir stríð.